Jæja, komið sæl, þið eru að horfa á podcastið Kvartarspá og ég er búin að bjóða dóttur minni, henni Sigrúnu Kling, að vera hérna hjá mér, en hún er náttúrulega ekki mætt þó hún sé hérna frammi vegna þess að í gegnum lífið þá hefur hún svolítið látið bíða eftir sér, að því að hún er dramadrottning og í ljóninu. Hún er fædd 29. júlí, hún er fædd deginum á eftir Silvíu Nótt, eða Ágústu Evu Erlendsdóttir. Ég lá með mömmu hennar á Landspítalanum og ég stundum hef grunað að það hafi verið skipt á krökkum vegna þess að Silvía Nótt einhvern veginn, mér finnst ég vera hún á mörgu leyti. En hún Sigrún mín að börnin mín öll, þau voru með svona merki á eyrunum, voru með aðeins öðruvísi eyru svo að ég held að þetta hafi nú verið rétt. Og svo var það eitt líka með börnin að þau mín, þessi 3 sem ég fætti, þau fættist öll náttúrulega tannlaus, eins og kemur að skilja, en fengu vígtennur. Þetta er óútskýranlegt út af hverju þetta er, en ég vissi alltaf þá þetta væri mín börn. Síðasta barnið sem ég átti, hann Pétur minn, hann var keisari og ég trúði nú eiginlega ekki í ættan vegna þess að þó ég sæi hann koma upp úr bumbun á mér og það hefði gerst þannig að ég var ódeyfð öðru megin, það virkaði ekki deyfingin og svo ég öskraði það hátt að það kom sprunga á vegginn og svo kom hann kolsvartarður settur í fangið á mér, kolsvartarður með krullur og ég hugsaði guð minn góður Sigga, hvar varstu fyrir 9 mánuðum að því að börnin mín eru ljósarð og ég var bara, ég hefði ekki trúað þessu nema ég fengi hann í hendunar en dýrðilegt að fá þessi börn og nú eru það orðin stór og ég fylgdi alltaf strákana mínum á fótboltamótum til dæmis og það var alveg ógeðslega mikið fjör en þetta var mikil vinna alveg börn og ef að þið haldið að þegar það er orðin stór að það sé búið, þá nei, það er ekki búið. Því að þá koma barnabörnin, þau fara í fótbolta og fimleika og allt saman. Svo að þetta er fjör alveg fram á dauðadag. Ég er enn að bíða eftir Sigrúnu og trúlega verður podcastið án hennar bara að svona er lífið. Ég hef reynsla af þessu. Hún hlær þarna frammi sko, en er líklega, hún er að maskara sig. Ég man eftir því að þegar ég var unga, ég hef aldrei verið svona morgun manneskja, aldrei, bara ekki þegar ég var krakki, þá bara svaf ég á bak við töskuna sko í skóla og fylgdist litla með. Og þegar ég var 14 ára þá orti ég þetta ljóð. Ligg í rúmi með undarlega þanga til að degi fyrir að rofa. Vakna skólinn, mamma er að banka, þá fer ég, sný mér upp á horn og fer að sofa. Og svona er þetta. Svo þegar að ég var í landsprófi, eða átti að fara í landspróf, það geta þá hvað ég bara lenti þessu ekki alveg og fór bara að vinna í fiski. Og ég lét engan vita, var bara í fiski í fötunum minnanum til og fór bara að vinna í fiski og hafa peninga og vinna fyrir mér og mér varst það dásamlegu tími að gera það því að þar lærði ég mikið samskipti og að vera með góð að samskipta vitund skiptir öllu máli, ekki kannski endilega danskan. Sigrún hefur kennt mér margt og börnin eru okkar helstu kennarar, myndi ég líka segja. Hún er svolítið urrandi ljón en hún er alltaf fyrst til að segja samt fyrirgefðu. Hún að segja Sigrún örugglega fyrirgefðu, hún er mætt hérna í podcastið. Já, góða kvöldið. Ég bið þig forláts að þú hafir komið aðeins og seint í podcastið. Þú ert svo sæt, sestu. Þetta er reality show, manstu. Við ætluðum alltaf að vera svo Kardashian. Nei, við ætluðum að vera Osborne, já, það miklu. En manstu ekki þegar við fórum og þú varst með, þegar við fórum hann að kvennaklúburinn og hreinsuðum fjörurnar í Snæfellsnesinu. Ég mun aldrei geta glemt því. Nei. Ég held ég að vera 10 ára. Já. Manstu þegar að við Ég fann, já, þarna, öskraði. já, það var þarna, tókum út einhvern takka og þá blés út þarna Má ég segja þessu? kafbátur. Nei, kafbátur! Já. Ok, það var svona pakki. Og ég öskra á mömmu og mamma kemur hana og hún verður bara svo hrædd. Hún heldur þetta sé sprengja. Jú. Og hleypir með mér. Og svo fórum við aftur að þessu og þetta var víst bara einhver kælingar föt fyrir einhverja sem eru Þetta verða blés úti. út þegar við tókum þetta.
Manstu ekki? Blés það út? Já, blés út, sko. Já. Svo get ég ekki gleymt því að þegar ég fór með þetta til Kanaría í Tívolí, það var gaman. Já, ég er búin að glemma því. En mér var svo merkilegt þegar við fórum að hreinsa fjörurnar, hvað við lærðum mikið. Já, Að taka allt þetta plast úr sjónum og börnin sem voru með, að í mann daginn eftir það var hent tyggjóbréfi, einhver hendi og þú varst þarna og sagði, þú skalt ekki henda tyggjóbréfi á jörðina. Já. Og svo hefur þú kennt náttúrulega börnunum þínu þetta að við setjum ekki rusl á jörðina. Og öllum sem að koma í kring. Ég fór nú með dóttiðina í bæinn þegar það var ruslaverkfallið. Já, það var ruslaverkfall og brjálaveður. Öskukallarnir, má segja það. Öskukallar. Jæja, þú veist bara mennirnir sem að eru svo sætir að þrífa rusl hjá okkur. Og þar sem við vorum búin að kenna henni þetta, þá vildi hún taka allt rusl af götunni og setja inn í bílinn. Það tók 2 tíma. Ég gat ekki sagt nei. Hvað finnst þér svona, nú ertu búin að, þú fékkst hana Elli, það var fyrsta barnið mitt, sem er alveg nákvæmlega eins og þú. Bæði í útliti og hegðun. Og þú varst alltaf klifrandi upp í skápa. Og lokaði mig inni. Mér fannst það mjög spennandi, sko. Já, og manstu eftir því þegar að ég var nú sko ekki svakaleg húsmóðir. Já, ég man. Og ég bara búin að setja svona hrúa fötum í kóina. Já, sem áttir eftir að brjóta saman. Já, jú. Og þú kemur með vinkona þín til að bjarga þér út úr þessu að mamma þín væri sóða löpp. Já, það var þetta var eiginlega, hún píndi mig til að koma undir mig. Ég vissi alveg að ég ætlaði mér ekki að fara inn í herbergið mitt. Nei. Af því ég var búin að setja mig út fyrir að vera allt önnur stelpa. Hún sér þessa hrúu og ég fljóti svara að þetta er föt sem að mamma er að fara með í Rauðakrossin. Í Rauðakrossin? Öll þessi föt? Já. Ok, vá. Og líka þannig jakka hérna. Þetta var uppáð jakki minn. Og já. Og hún spurði hvort hún mætti ekki bara þá eiga hann. Ég get eiginlega ekki gleymt því. Nei. Ég veit hvaða stelpa þetta er í dag og hún man eftir sem það. Já, hvað heitir hún? Hún heitir Já, bara spáði hvort hún ætti jakkan ennþá, þetta verður Já, það akkurat. Hún er Æ, við skulum sleppa Já, þetta er dött. Þetta er steindautt mál. Já, þetta sé pessild. En þetta kalla ég að bjarga sér. Út úr vesinu, en samt koma sér í vesin. Ég man líka eftir einu. Nú. Þegar að þú varst alltaf svo rosalega svona góð, þú ert góð í þér. Í kjarnanum, þá ertu rosalega góð manneskja. Og þegar að vottið hófa komu og þú alltaf með opnar dyr fyrir þeim og ég man ávallt eftir því að það sátu einhverja konur þarna og flettu einhverjum blöðum og svo í eitt skipti þá ertu eiginlega bara ekki að nenna að fá þar inn, segi mér að svara og segja að þú sért ekki heima. Og ég svara og ég það að segja góðan daginn og voðalega vinalegar og segja mér paradís í jörð og eitthvað. Sýnum mér enn bækling og spyrja hvort mamma sé heima og ég segi mamma bara er ekki heima í dag. Og Pétur litli bróðir minn, sem er 7 árum yngri en ég, hann síðan kallaði upp á þetta að mamma væri að fela sig bak við hurð. Það var mjög skemmtilega tími. Já, hann sagði sko, mamma nennir ekki að leika við ykkur. Já, ok. Hún bara vill ekki leika við ykkur, sko, hún er búin að fela sig inn í geymslu. Ég var inn í geymslu, ég alveg, ég bara sagði, góði ykkur, mér er svo leiðilegt að svekkja. Æ, ég er svo sammálaður. Já. Þau vilja svo vel. Já. Og ef þú ert með þeim í liði, þá ferðu til himnaríkis, annars ekki. Ég held að bara farið 1000 í þessari til himnaríkis, mér minni það. Já. En þeir sem eru trúað og jákvæð, þeir fara ekki til himnaríki. Skilur, hvað er himnaríki? Það er bara önnur vít sem við förum í. Já, nú eða hugur manns. Helvíti býr í haustum á manni og það er ekki til helvíti annar staðar, sko. Að þér finnst? Ég bara, sko, getur ímyndað að það sé til einhver staður, það sem er bara eldur. Ég man eftir eitt prestur sagði þetta, sem var bandarískur prestur, hann sagði að Jesú hefði komið til hans og sýnt honum helvíti, það sem var bara eldur og svo voru rokkarar að spila rokklög
þá vissi hann að hann var kannski helvíti. homma líka. Já, Af því þeir eiga ekki heima nei, í nei, nei, biblíunum, nei, já, nei. Og þess vegna ætla ég ætla að fara allavega þar sem þeir eru, af því að þar er stuðið. Þar er the bomb. Já, þar er sko sannarlega stuðið. En það var mjög fjörugt hjá okkur heimili, við verðum að geta sagt Ég það. get líka ekki glemt, ég segja frá einu að þessi mamma mín, hún vill alltaf vera, hún er öðruvísi kona og hún er þess vegna svona merkilega og skemmtilega og að mér finnst. Hún vekur okkur miðjanótt og hérna segir, krakka mínir, vaknið og við veist bara, og með stýrunar í augunum og klukkan er eitthvað 3 um nóttu og þar ertu búin að gera sko hlaðborð og hvort það var hryggur eða læri og svo sagði ég gera svo vel. Já, ég hef örugglega gert í svefni af því að mér er svo gaman að ég man ekkert eftir þessu. En þetta var ákvæðlega svona eins og við erum að tala um minningar. Já, öðruvísi, ekki þetta er svolítið út af norminu. Þú var svona frekar snobbaði krakki. Manst eftir því að því ég var alltaf á druslum, ég var bara svona einnota bílum. Já, mér langar ekkert að þú keyrir mér í skólann. Sko. Nei, og ef ég flauta á það einhver stað skilur þá hendur þér bak við tré, þú skilur. En hérna, líka þú fórst alltaf að sama hringin og ég var alltaf að henda mig niður og svo bipaður og svo hlóstu svo mikið. Ég veit það, mér finnst það. Og svo þetta sætust rákanir hana. Jú, mér fannst þetta svo ógeðslega fyndið en í dag er ég bara bílalegu bíl sko, því að ég get ekki verið að standa í þessu öllu saman, en við lendum nú samt í ævintýrum. Það er alltaf skemmtilegt þegar við förum eitthvað í svona gerum allt vitlaust. Eitthvað hvað heitir það roadtrip Ísland bara. Já. Bara svona litlu staðir. Manstu þegar við fórum á Akureyri og ég legði mér hótelherbyggi. Þú hefur verið svona 17 ára eða eitthvað og þú kemur alveg, mamma, skulum ekki segja pappa frá því, en það er fullt af brennivíni hér inn í skáp. Já. Þér fannst það geggjað að bara, þú veist, á hverju væri þetta? Þú hafðir aldrei pælt í þessu mínibar. Nei, það væri innifalli, mér finnst það svo cool. Já, það var það ekki. Nei, það var það ekki. Nei. Það var, já, það var mjög skemmtilegt, sko. Og við höfum náttúrulega gert ýmislegt og svo hefur hann líka lent í mjög erfiðum hlutum. Það er hluti af lífinu. Já, og hérna, það er eins og yin-yang, þú, sem sagt, og þetta er náttúrulega, örugglega mæðurum mjög erfitt þegar að börnin manns, sem sagt, lenda í misnotkun, þess að það lendir í misnotkun 6 ára. 7 ára, já. Pétur en í fættir. Og af skildmenni, þetta er ofta skildmenni. Já. Það var óbúslega skrítið að því ég er opin svo eins og dóttir mín er. Þess vegna hef ég hugsa augu á henni og nánast ég man eftir því að þegar það var öskudagur annað að þá reyndi ég að koma inn til svona einstæðara að kalla. Veist, ég bara svona spurði, má ég aðeins koma hann inn og skilur mig, ég var þessi típa. Og ég vildi bara fara og af því að ég man að þessi maður var inn í stofu og mér fannst hann vera skemmtilegur og kalla, já og treystir fólki, þannig ég vildi bara gista hjá honum og það gjörsamlega stúta minna esku. Já, hann var inn í stofu hjá mér sko. Já, minn stofu. Þannig að ég mun segja að það eru oftast þeir sem eru vinalegastir sem maður þarf svolítið að hafa augu á. Það er nefnilega, sko, þeir svona smjaðra sig einhvern veginn innamann. Já. Eða svona, þú veist, reyna að gera svo ómissandi eða eitthvað. Já. Þetta var náttúrulega skildumenni. Já, þetta var skildumenni. Já. Eftir þetta, þá breytist ég. Já. Ég varði rosalega með skapofsa bresti. Var í sérkennslu. Fórst í? Já, þannig að ég lækja skóla af því að ég vildi ekki læra með hinu krökkunum, ég vildi bara heim. Þú opnaðir hurðina í alveg og sagði, heyrðu, ég er farin Halla. Og ég bara, það var hringt í mig að því að það var engilega að stoppa þig og þú faldir þig inn á klósett oft. Já, ég faldi mig upp á klósett sitt og ég man að Reynir skólakennari, hann sagði, Sigrún Erla, ég veit þú ert hana og ég sagði ekki orð og hann fór. Og svo fórstu alltaf berfætt í skólan og hendi sokkunum og það var líka klagað. Já, ég vildi ekki þau í sokkum. Nei, ég veit það, en fólki skildi það ekki, það held ég bara að ég klæddi þig ekki. En eins og misjafnu þrifast börn er best, já. Við vitum það. Og þú varst náttúrulega aldrei í hvítum sokkum að því að
Ég, já, það er alveg sama Þeir hvað ég eru reyndi að þvo. bláir eða Já, bleikir eða alls það var alveg konar. sama hvað ég reyndi að þvo sokka hvíta og þau var þeir En mínir. þú varst alltaf svona, ég man eftir því við vorum í handboltanum í F og svona, að þú veist, þegar við fórum inn í svona mót, að þú hafði mikið fyrir því að kaupa Nestu og svona og þessi litlu hlutir sem ég man mest eftir var tíminn sem þú gafst okkur. Við vorum mjög samrýnd að gera hluti og Og áttir áttum ekki við krónu. krónu. Já, við áttum ekki krónu, þá er meiri nánd. Og ég man eftir þú gerðir karmelu einu sinni Já. og bara í potti og svo snerur upp á geðanar og gafst okkur öllum sleikjó, en ég fann aldrei fyrir þessari má segja fátækt, Nei, af því að þú gerðir mikið, þú sem sagt hafði mikið fyrir því að færi ekki inn í brjóstið. það væri gaman og Svo líka man ég líka eftir henni. baka skúffuköku 3 viku. Já, það var alltaf baka skúkur af því að það kostaði ekki neitt. Nei, og ég neyddist til þess að því að það Já. kostaði ekki neitt. Akkurat, og það var svo góð, það var bestu kökunni. Einmitt, og manstu svo varum bara með kartöflu sem við steiktum og gerðum svona franskar. Já, áttum ekki neitt þess nema að kartöflur. svona söksuðar niður. Já, Og svo líka tíminn sem hún gafst mér fórum bara þegar við áttum ekki eins og bíl og fórum við bara með Pétur í vagni og Nesti og fórum með Hvaleyrarvatn og við hengum bara þar. við vorum rosalega mikið á Hvaleyrarvatni. Já, Ég ætla, sko, þú veist að þegar ég rekk upp af, sem að verður, ég er allavega 96, já, þá kveikjur bara í mér hérna bara fyrir utan eða eitthvað ok. og hendi mér yfir í Hvaleyrarvatn, ég ætla að vera þar. Já, en má það? Já, þá má það líklega, sko. Já, þú verður náttúrulega búin að tala við alla ráðherruna. Já, ég bara Já. hefur nú breytt lögunum, sko, eða fengið þau breytt. Já, Það ég hef gert það tvisvar, það var út af bara fólki sem að þurfti á því að halda. Og við þurfum að tala við ráðherrana því að Það þú eru enginn að tala við ráðherra, það er alltaf bara við höldum að við eigum ekki að tala við ráðherrana. það er nefnilega, sko, við erum búin að ráða þessa ráðherra í vinnu, Já, ráðherra, já, og við eigum að segja þeim hvernig við viljum hafa hlutina. svo sannarlega. Mm. Ég hitti Davíð Oddsson í fyrradag og ég er ekki Davíð Oddsson manneskja, sko. Hann var Strik út. Já. ok, ég minna þú veist svo sem. En hann var bara með allir fjölskyldur sinni í hvað heitir staðurinn sem að Beggja Pakas var alltaf? Niður í bæ. Tapas. Nei, hinn, sem að hommina. Já, Kiki. Nei, mamma, þetta er svona alvöru staður sem þú fær bara svona smörrebrödd. Já, Jómfrúin. Jómfrúin, já. Ég fekk að vera Þeir eru búin að selja. En okkur er það? Já. Já, ok. Það er allt í lagi. Þeir, skalis þeir eftir að Danir, töpuðu þarna í handboltanum með fótbolta, já. Já. Að þá, gáður bara gammal dansk daginn eftir, sko. Þeir voru ekkert að selja þetta, náttúrulega. Ég vona hann ekki muna eftir mér samt. Já, hann Davíð Oddsson. Hann er bara svona típa eins og þú, sko. Og Nei, já, já, þegar ég er, hitt hann í brúðköpunum. Ég Ég er byrði rosa- einnilega afsökunar af því að þú ert yndislegu maður og bara, that's it. já, ég, mér veist hann að verið svona aflmesti ráðherra sem hefur verið, ef ég á að segja. Og ég Að vinn hvaða með leyti? honum og ég er svo stolt af því að vinna með honum. Já. En og ég Aflmesti? ætla að vill fá hann í podcast. Já, nú er ég búin að úttúða hann. Nei, þú ert að bara vissulega. segja að hann væri ekki þinn maður. Hann var svona ekkert minn maður, en ég sá hann einu svona á Laugaveginu þegar ég þoldi hann ekki, sko, og ég bara bráðnaði niður. Og Já. hann Hann er með bara X-faktor. er með eitthvað X-faktor, sko. Já, Leit vel út hann með konunu sinni og allir fjölskyldu já. í Hann langborði. traustugur. Og hann virkaði bara rosalega brendislegur eitthvað. Svo er það Geir Haarde, manstu hvað hann var yndislegur. Já. Þegar ég fór með Skelsir Herubjörg og Byrtu til London, Já. keypti alla þessa hatta og ég var með svo miklu þyngsl að hann var aðeins á undan mér í röðinu og hann sagði, Sigga, ég skal bara taka fyrir það hattana. Eða hann tók einhverja 17 hatta eða eitthvað. Og hann borgaði þá fyrir þetta gjald hann og Eða bara- yfir. Mér fannst hann ekki mjög gáður að gera þetta vegna þess að ég myndi aldrei taka eitthvað svona frá einhverju sem ég þekkti ekki. Nei, hann hefur ekki verið mikið gáðar á mörgum sviðum.
Já, hann bara svo einlægur. Já, hann er einlægur Hann bara af því að hann einlægur. hjálpaði þér bara einu Já, sinni. hann bara einlægasti maður í heimi. Það Ok. bara já. Já, ok. Nú erum við búin að tala hana nokkra sjálfstæðismenn. Talaði bara Guðna Ágústa, hann nú alveg Já, helvíti hann fyndinn. uppáhaldið mitt. Já, ég veit það. Þú veist, hann náttúrulega bara, þú veist, hann bara kemur og segir bara sína skoðanir og Ég sofi hjá honum. já, ok. Já, það bókinni. Ok, í bókinni. Já, ég hafði bókina í rúminu. Já, við. Já, hún var að djóka. Ef ég væri maður, þá væri ég líklega Guðni. Ágúst. Já, af því að mér finnst við vera ótrúlega lík. Hann samt, hann hreyfir sér rosalega mikið. Hvað, ertu að segja þá, ég hreyfi mig ekkert? Jú, þú ert í rauninni alltaf að hreyfa Já, ef þú já. spá í það, sko. Já. Hann lítur bara, þetta vel útkallinn, sko. Já, hann hafði vitað að ég hætta í stjórnmálum. Já, á réttum tíma, já. Það er náttúrulega bara, Já. Já, við erum náttúrulega mjög, hvað kaust þú í síðustu kosningum? Ég rétt, sko, það voru 2 mínútur og ég rétt náði ekki, þannig að ég ætla að kjósa Willum, sko. Já. En já. Það var öll fjölskylda mín sem kaus Framsóknarflokkinn. Ég fékk engum það ráðið, en En svo ætla ég að segja að þú veist, þeir sem þora, það eru þeir sem gera og við þurfum líka svolítið að hrósa þeim eins og til dæmis núna fyrir nokkuðum árum síðan, 2012, þá sem sagt ég í hárgreiðslunámi og sem sagt það kemur áramót og við erum bara í jólafríi og þetta við hliðina á Ölstofunni og bróðir minn með eitthvað áramótapartí og ég ætla nú svona að slæta yfir í Ölstofunni svona rétt fyrir lokun. Ég er mjög ölvuð og ég Þú ert mölvuð. og ölvuð Já. og þannig og svo koma fullt af strákum út og það er að fara að loka og þeir ætla að bjóða mér í partí og ég man eftir ég hafði vitað að ég segja nei, ég ætla ekki með í partí. Það endaði á því að ég ætla að bjóða þeim til Guðbjörns í áramótapartí til hans. Þeir komu með mér niður í geymslu, notuðu vald sitt á mér ölvari. Já, þeir, sem sagt, þú varst mjög ölvuð og þeir voru þarna 3 og það var líka vinkona eins sem var hana, sem að þurfti að fara upp á bráðamóttöku. Já, hún kýldi hana því hann annar sami aðili og tóku vídeo af mér inn í þessari geymslu. Ég skammaðist mér mjög mikið og ég man eftir því daginn eftir að hvað var, veist, ég man ekki eftir þessu en ég man eftir svona myndum og svo líður og býður og ég byrjaði aftur í skólanum og svo fæ ég bara fullt af einhverju póks frá einhverjum ungu strákum. Þetta er ungi strákar frekar 22, ég um 30 hana og náttúrulega sjálfsögðu, veist, eftir því skilur og ég skil ekkert í þessum pókum eitthvað frá hinum þessum strákum og svo kemur einn og biður mig að koma með sér og út í bíl að bara totta sig og ég segi, hvað er eiginlega að þér? Veist, hvað meinar með þessu? Hvað er að þér? Ég meina, af hverju getur það ekki? Það 7 mínútna myndbanda er út allt. Ég bara fékk taugaáfall. Já. Og ég man eftir hvað nefnir þessi strákar heita og þeir eru ekki, ég ætla ekki að nefna það því að það má ekki nema lög eru sett. Já, þú ert nú með játningar að því þeir skrifuðu þér. Já, ég með allt, sko. Já. Ég með alla sannanir frá 2012, algjörlega. Þetta eyðilagði, þú varst í námi. Ég var í námi og það var strákur, ég skrifa þessum aðila og ég grátbið hann að taka vídeóið niður af því að ég hefði fréttað þessu vídeói. Hann segir þessi strákur hefði viljað bara sofa hjá mér og það er ekkert vídeó að þér og það er ekkert áhugur. Ég líður og býður og önnin er búin að verða búin og ég kem í eitt nemapartí þarna og ég mátti heyra eins og saumnál þetta allt í henni ég kem hann inn og ég skildi ekki neitt í neinu og svo segir skólasystir mér, ég vissi ég geti þetta ekki, ég verð að segja þér, hann Birkir sem var með mér hana og skólabróðir minn, hann var að koma úr partí og hann var að sjá myndbandi sem þú varst að tala af þér. Og hann sem sagt á að vera með mér í öllum prófum sem eru þá í framhaldi.
þú veist, þetta var bara eins og versta, þetta var miklu verra en að hafa lent í að hafa verið misboðin og misbeitt svo sannarlega að það eru liðið þessi margir mánuðir. En þessi vinkona mín talaði við einn vin sinn og hann talaði við þessa stráka og ég ætla að vona til Guðs bara að að þetta vídeo hafi verið tekið, hann hafi verið séð sóma sín í að eyða þessu vídeói og hann veit nákvæmlega hver hann er. Mhm. Og já, og þú í framhaldi ætlaðir að tala um ráðherrann sem að Nei, já, býtu, ég ætla Já, að segja, ég fyrirgefðu. tala við í skóla, ég fer til skólaráðgjafans og ég segi ég get ekki verið með þessum strák því hann ætlaði ekki að segja gera afsökunarbeiðni og hann var eiginlega píndur til þess. Og ég bara sá ekki fram á að ég geti verið í sama stofu og hann að hafa séð þetta vídeo. Af því að ef þú horfir fram hjá nauðgun, þá ertu samsækur. Já. Það er þannig. Og þannig ég tala við skálaráðgjafann og hún spyr mig hvort ég vil ekki ganga lengra með þetta og ég horfa á hann og hugsa, nei, það er engin séns fyrir mig. Og þá ætla ég að segja eitt. Áslaug Arna, takk. Takk fyrir að koma þessi í lög. Vegna þess að þetta var það versta sem hefur komið fyrir mig og ég er ennþá að vinna í því og ég er ekki búin. En ég mun komast yfir þetta. Svo sannarlega. Já, þessi hlutir við þurfum líka að skoða, við þurfum líka að muna, þú veist, og þetta maður Þá er ég að tala um Áslaug Arna, hún kom í Já. lög, ef við ætlum að útskýra. Já, Hún kom í lög að það mætti ekki fara með myndband af stúlkum verandi í einhverjum kynlífs atriðum. kláms, Já, og strákum líka. og vera með í dreifingu. Já. Og það væri lögbrot og glæpur. Já, það er glæpur. Og þetta En það var ekki og ég sá Nei. engan grundvöll fyrir því og ég grét og ég var 30 ára gömul og ég sá fyrir mér allar þessar stelpur sem hafa lent í þessu sem er miklu yngri en ég að það, þú veist, ég skammaðist mín að mér fannst ég ekki vera hugurökk. Þannig að takk Áslaug Arna vegna þess að þú ert búin að gera svo mikið fyrir svo marga. Já, og þetta er náttúrulega, sko, eins og drengir náttúrulega lendi í þessu líka. dálítið Og mikið. drengir, Já, já. að sjálfsögðu. Og ég bara, þú veist, maður tárast við þetta því maður, svona skiptir máli og það hefur margir gert gott en ég nenni nú ekki að kannski eigum að tala meira um stjórnmálamenn? Sko, mér finnst bara allt í lagi því að það eru margir hana sem eru að gera góða hluti Já, og maður verður að hrósa því góða, ekki Já. alltaf að tala um það vonda. nei. Og finnst mér til dæmis með þetta, að því við vorum búin að tala um þetta fyrir nokkrum vikum, að það ætti að skoða þetta betur, skilurðu, allt saman að því þú ert með þetta allt hjá þér. Já, Að svo því það er sannarlega. engin afsökunarbeiðni komin og það eru fleiri sem hafa lent í þessum drengjum. Já, það þarf að skila skömminni og ég skal segja ykkur það að ég er ekki ein af þeim sem að, þú veist, það er svo marga konur sem hafa lent í svo mörgu og þú veist, þessi MeToo-bylting, skilurðu, hefur eyðilagt fyrir mörgum stelpum að þora Já, að fara í gegnum þetta vegna þess að þetta, að fara í gegnum svona mál. En manstu eftir það er vinkonniðinni þar sem að hún svaf eða var ofurölvu og dauð einhvers staðar Já, og það fóru bara einhverju drengir í röð þar inn já, og það ætlar enginn að ég hjálpa henni. er 14 ára. Já, það ætlar enginn að hjálpa henni og þú ferð með henni á bráðamóttökuna og svona fleiri Já. og ferð með henni gegnum kærun og allt saman. Já, líka önnur stelpa, við biðum bara eftir að hann myndi gera aftur eitthvað. Já, já, Og höfðum þetta, opna skýrslu. já. Og svo eftir áramót gerðist aftur. Já. Þá kærðum við. Og þá, ég var eina vitni gegn öllum þeim sem voru með Það varstu mjög hugrökk. þannig í 14 ára. Já, og ég man eftir því að þið leið nú ekki dóla vel að þessum tíma og þú fórst hérna oft upp í Bessastaðakirkju Já, og svafst þar eiginlega og sendir, ég opnaði hana og vissi hvað þetta kveikja allt. já, manstu og svo skrifaður bréf til Guðs og settur það inn í Jesú og það er ennþá þar, Já, þetta er því hann datt niður frá kálfanum að þetta var svona stór tréjesumynd. alveg Ég rosa ætla stór. bara aðeins að láta þetta einhvers staðar bakvið einhvern veginn,
Þannig að það í tánni á Jesú, já, eins og sett englabréfið mitt, en já, þann dag í dag, já, frá 14 ára. já. En það nefnilega svo mikilvægt kannski að tala svona hluti vegna þess að þriðja hver kona, ég veit ekki með drengi, Og líka drengir, já, ég ég meina, held að sé ekki þriðji hver. En það getur- ekki tölur um það, því að Nei. þeir þegja. Já, þeir þegja. Og þeir drepa sig frekar. Já, en núna kemur allt upp á yfirborðið. Já, sem betur fer. Og Og eins farið bara að hafa ykkur, þessi klámvæðing Já, og þessar stelpur í dag, þessar ungu stelpur, að þær halda að þær þurfa að standa undir einhverjum bara, þú veist, einhverjum bara óheilbrigðum væntingum þeirra sem að horfa á klám sem að ekki fallegt, nei, skilur, og þær það eru ekki að og þær elskast. þær vilja vera, veist, til að vera góða kærustur, Já, það eru skotnar í stráknum. já, vera góða kærustur, en hvað heilbrigt og hvað Já. ekki heilbrigt, við Já. þurfum að ræða svolítið þetta. Já, þannig ég alveg sammála, það þarf að fara að kenna okkur þetta í skóla. Það kom til dæmis til mig maður hérna í lestur, bara fyrir 2-3 dögum, alveg yndislega flottur strákur, ég á búin að segja frá honum, að hann sagði að hann vissi ekki alveg hvernig hann ætti að vera kærasti. Og svona, Ok. já, og svona, já, Pældi því. já, og alveg yndislegur. Að það ekki svona, basic, góð íslenska, alls ekki, að Já. kent svona litlir hlutir sem eins og samskipti og vera kærasta eða kærasti og geta það- sagt nei, Það svo sannarlega rétt hjá þér. já, og þetta þarf bara að gera, sem sagt að fara út Gera normal, já, gera að normi, já, að foreldrar geti talað þú veist, skilur foreldrar eða starfsmenn skólans að, þú veist, hvað fallegt, Já. hvað já, hvað, svona bara kenna okkur, svona að því að við vitum ekki, hvorki vitum við með uppeldi alveg, þó að við höfum alin upp þó að við höfum alin upp af og foreldrar okkar og þeir eru ekki 100%. Og það ekki til neitt til að kenna okkur beint það og Já, þú ert að tala Já, ég er líka- svo sammála því, ég er svo sammála því já, að þeir sem vilja eiga barn, já, að yrði möguleiki, ef þú vil, að það sé foreldraskóli. ég man eftir þegar Guðbjörn var með mér, það miðstrákinu minn, Já. við vorum á Kanarí. Er hann miðstrákurinn? Hann miðjustrákurinn minn. Ok. Það var fallegasta barnið mitt. Ég get ekki að því gert, manstu ekki hvað, með svona stóra augu? Já, hann var mjög sættur, en mér finnst hann bara svona ágætur, sko. Já, þú varst ekki sérstaklega sæt þegar þú varst ung, sko. Nei, ég var Ég er svo, að grínast. ég var eins og litli ljóti andarungurina. Nei, þú varst það ekki neitt. Jú, ég var með hrossahár. Hvað var ég að segja, ætlaði að segja um Þú ætlar Guðbjörn? að tala um miðjustrákiðin. Já, ég man ekkert hvað ég Og ætlaði þá að segja. ætlar að tala um Já, þegar hann sagði við vorum út á Kanaríeyjum, Já. þegar hann, að því að faðir hans, hann var nú ekki rómantískasti maðurinn sem að hefur lent hér á jörðinni, Manstu þegar hann gaf þér kaktus. í jólagjöf? Já, Það var já, já, rosalegt. já, ég var búin að biðja hann um blóm í 3 ár en hendi í mig kaktus. Já. En það líka ágætt, ég hafði enga væntingar og bara, sem sagt, millifærði bara peninga af hans reikningin var á minn og keypti mér eitthvað. Já, en það tók sinn tíma. Já, Þú já. varst fyrst að spila peningana frá, Já, þið já. spiluðu saman, hvað var það? Já, við vorum að spila póker, Já, og þú reyndir að spila af honum peningana. alla peningana, sko. Og við fórum út krakkarnir til ömmu, sko. Já, já. Af því að þú fleiði bara úr því nefina, af því að þú fannst ofta að hann var að svindla, sko. Já, Einu sinni fleiður bara úr nefina. Já, bara einu sinni. Ég held að það hafi verið skákborð. Ok. Við vorum líka í skák út af þessu. Hann lét mig ekki tafa peninga fyrst sinn, sko, nema ég var annan í svona, Já. maður var að finna leiðir. Þú fannst leið. Þú Já. hefur alltaf fundið leið. Já, ég er leiðarfinnari. Þú ert Ég er leiðarvísir. lausnamiðlari. Ég er algjör lausnamiðlari. Já. Svo eins og þegar þú varst á Mallorca og varst búið með, þú varst úlingur, 17. Basapeningin. Já, ég átti, bara fatta ekki hvað var dýrt að vera þarna í útlöndum og ég átti ekki krónu að það og ekki krónu og enga til að senda mig pening og ég hugsaði, Jesús minn, almáttugur.
og fór að taka þátt í húlahoppkeppnum og hafa pening út af því Jú. og danskeppni með honum hérna Bjössa í World Class. World Class, já. og, Elsku blessaður, hérna. já, og við erum í öðru sæti og ég fekk 50.000. Já, þú líka reist allt á hennum, sko. Nei. Nei, fór hann bara úr öllu? Hæ? Nei, býttu, hvernig var þetta? Nei, þetta var marathondans, hann fór bara við dönsuðum hérna í Já. 16 klukkutíma. Já, marathondans. Já, ég var marathondrottning hérna, Oh my ég vann í God, mörgum mamma. marathonkeppnum Já. og hérna, hann gat ekki gengið í viku, Nei, hann nei. fór úr skónum og gat ekki gengið í viku Mhm. og opnaði svo líkamsrækt, ég hef ekki hreyft mig síðan þetta. Nei, Þetta er satt, ég trúi þér. sverða sko. Þú veist, já, vá. Já, en maður verður að, það er það sem við þurfum að læra og við þurfum að læra það snemma að við Já. verðum að bjarga okkur Já. og oft föttum við ekki að bjarga okkur þegar við höfum of mikið net. Og mikið net og Já. of mikið kærleika og of mikið, sko, vendun. Já, Má já, segja. já, vegna þess, Vendum börnin okkar of mikið, við verðum að þess að börn eru miklu sterkar en við höldum. miklu sterkar og klárar og gáðari og eins og til dæmis þú að Skilurðu. tala, maður á að tala mannamál við börn. Já. Það er bara, það var, amma mín talaði alltaf bara við mig bara eins og ég var í fullorðin en það var ég alltalandi áður en ég fættist líklega með við sögur en Já, varst ég tökja samt. já, ég var byrjað að lesa þá var logið að mér en hérna, En þú varst lestrahestur, þú Já. last heilu bækurna svo, ég tók eftir því, sko, yfir daginn, þú last bara og svo fleigður og last aðra og já, þetta voru nokkra bækur á dag. já, Sko. ég hraðlas. Já, þú ert hraðalega. Ég var ofviti, sko. Já. Það Það er einhvern veginn, ekkert ég endilega græddi gott. ekkert á því. Nei, það er ekkert andra Nei. gott. En hvað gerðist svo? Ég flutti til Reykjavíkur þegar ég var 11 ára. Já, þá bara hættir að vera ofiti. Nei, ég bara gat ekki, ég hafði lítinn fókus, ég lenti í höfuð ekki. Að það? Já, Hvað manstu? gerðist? Það var sparkað í höfuð á mér og höfuðkúpu brotnaði, manstu? Í, Og út af hverju var sparkað í höfuð? það var ekki feil á mér og strák. Ég var bara að Þér og labba heim. strák? Er ég ekki búin að segja þér þetta? Já. Já, ég er ennþá með ör og svona og ég kæriði en svo dró ég það tilbaka því hún kom og sagði fyrirgefðu en hún sparkaði í höfuð á mig blessunin með klósum. Já, mér er svo bara ágætt að kenna þessu höfuð ekki um það, ég hef Já, ekki nefnt að og læra þú- og fór bara að vinna í fiski. Já. Maður þarf að ofta, En þú varst nú, við vorum að horfa á verbúðinu saman. Það var nú gaman. Guð minn góður. Þú varst ekki sátt og sást þessi net á hausinu, þú varst ekki. Nei, voru ekki allir svona snirtilegir á þessum tíma í En fiski. þú sagði þau voru ekki með net, þannig að Ekki svo, nei, það kom aðeins seinna. Það kom seinna allir þessi Þú varst svona. svolítið svona, nei, þetta var Nei. ekki svona. En þú sagðir, Tala í mækin. já, en Take the mic. þú sagðir sko eins og með þegar hann misti höndina. Já, Þú sagðir þetta hafi verið algengt. já, fólk misti putta og hendur og Þú veist, ég bara, Já, þetta var algengt og ég get sagt þér það að hérna, maður sem ég þótti mjög vænt hann misti höfuðið út á sjó minn sem almáttugur. sjómaður, hann fikk klera hérna yfir. Það var eiginlega ekkert, sko, þú veist, það var bara, þú veist, þetta var ekki neitt, já, þetta var Þetta bara var ekki- normið bara, Já, að það var ekki neinn vörn. Þú gast bara sett hendin inn Já. og þá var það ekkert eftir og hérna og svo þegar Svo voru Já. Þetta maður var bara- svona líka bara allir eitthvað með öllum já, og drekkandi brennivínan og horfandi sjóarpi saman. já, við drukkum landa Og svo sástu hana mannin hana sem Ingvar lék. Þú sagðir að þetta var að þú þekkti nokkra svona, hafið þekkt nokkra hvað var það aftur, hvað líka Já, blindfullur skipstjóri aflamesti skipstjóri. já, en þetta var sko það Þeir var voru góði skipstjóri og svo bara já, drukkur. en þetta var bara normið Já, ok. þetta var bara, það var bara og var ekkit sérstaklega pælt í þessu en hérna mér varst ofsalega gaman að samt að vinna og vera á verbúð. Og þú sást bara þig þarna. Já, en það voru hrikalegir hörmungar þarna í alvöru sko. Hjá þér. Eða þú veist, þegar þú ert á verbúð á landi, Já. ég var á Höfn í Hornafirði og það safnaði saman þar á verbúð allt fólk sem var með mikið vesen sko. Og það var ekki holdt kannski fyrir 16-17 ára úling að því þá mátti maður vinna áður maður var 18 að horfa upp á þetta var brútal. Já, ég skil. Já. Já. Svo fór ég í sveit eftir það. Já. Það fór ég í sveit og var ráðskona Já.
rétt hjá Húsavík Mhm. og ég kunni ekkert að elda sko en Nei. já, ég lærði að samt að sjóða kjötsúpu þarna og gera fisk og Og baka varstu pönsur. einhana með Já, með 3 fjölskyldu? kalla. 3 kalla? Já, það var sem sagt aðalmaðurinn. Hann hérna, ég held hann að heiti Aðalsteinn í alvörunni. Eða sonur hans, ég það maður ekki. Þeir voru hérna sem sagt 3 sem byggu á sveitabænum. Já. Og ég eldaði þarna og skúraði og gerði allt bara. Ok, hvað ertu gömul hana? 17 ára kannski. Og svo fara þeir bara á sjó, allir 3 sko. Já. Man ekki hvað, já, bara hvernig stóð á því að þeir fóru allir og ég var bara ein eftir með hundinum og hann dó mataritrun. Ég veit. Ég sé fyrir mér eins og Something About Mary. Þetta var hrikalegt, ég með myndir sem ég geti sýnt þér af þessu, þetta var þarna hlustaði ég alltaf á Villa Vill, bakaði pönsur og Aha. þetta gerði ég til að bara lifa það af að hafa verið í verbúð, sko. Var erfitt, þú sást að þér fannst ekki að þú hafa grætt neitt mikið á því? Sko, ég elskaði að vera hér í fiski, ég var í Sjóla og ég var í fleiri fiskistöðum hér og svona og það var svo skemmtilegt, en svona á verbúðalíf þar sem þú býrð ekki á svæðinu og ert ekki með neitt stuðning og ert bara krakkalaki. Já, þú ert ekki, kannast ekki við þig. Nei. Býrð í svona kommunu þannig, allir saman. Já, þetta var hálf ógeðslegt og það var mjög mikið misbeiting þarna, en þá er ég ekki að tala þá sem voru yfir í Höfn í Hornafirði og ég elska Höfn í Hornafirði, en þetta var samt mín upplifun. Þú ætlar ekki að lenda í sama og einhver hana sem var að tala. Já, ég ætla ekki að tala Höfn í Hornafirði eða Raufarhöfn. Við elskum Raufarhöfn Hornafirði hana. Nei, já, Raufarhöfn og Höfn í Hornafirði og svona. Það er bara svolítið brælulegt hana. Hvernig stendur því? Höfn í Hornafirði. Það? Já, ég fór hana daginn með Það kallast peningalikt. Já, ok. Já, ég elska mig, þetta kallast bara, það eru peningar að koma hana í land. Já, ég var hana á hóteli hana. Var ég ekki með þér? Nei, ég var ekki með þér. Ég bara með börnunum mínum og já, við höfum nú oft stelpuna mína fóru bara undir borðana og ég átti engan séns sko að vera, ná í þar. Nei, bara ekki séns, þau fóru undir borð hjá fólki og fóru í miðjuna og byrja að borða af diskunum og þetta var mjög svona, þú veist, minnistætt og þau hlófa bara. Ég hefði bara kannski ekki þekkja þau. Já, ég sagði líka við. Manstu ekki ég oft með þig þóttist ekki þekkja þau þegar áður fyrir? Ég sagði við þau, ég veit ekkert hver á þessi börn en þú veist, hvar er mamma og pappi? Hvar er mamman og pappin? Ég veit að, hvar er mamma og pappi þessara krakka? Og við erum líklega eftir að bara gera fullt saman. Við erum nú að sem sagt, að því þetta podcast kemur ekki strax út að þá er mamma inn í Eurovision og þú ert að hjálpinni. Já, en þetta er leyndarmál þangað til að, en þetta verður ekki sýnt fyrir að það er búið hvort er. Og við erum búin að svona massa þetta eins og við getum. En ég ætla að þakka þið fyrir að hérna koma í podcastið og ég ætla að þakka þið fyrir að vera svona innleg og allt sem þú kent mér og svo höldum við áfram bara. Þetta er part 1. Elska þig og ég elska ykkur. Það er gott.